ef að þú átt heima hér í Fannborg 9 og þú ætlar að fara í bílastæðið þitt sem samkvæmt reglum eiga að vera í 25 metra fjarlægð frá anddyri þínu. Við skulum fara af stað og sjá hvort að bæjarstjóri hafi ekki rétt fyrir sér. Við leggja af stað núna. Göngum bara hérna, það er fallegt veður, það er undar kalt, hérna eru fleiri íbúðir og ef maður hreyfi hann maður þá fylgja því alls konar áskoranir, stigar. Ég komst ekki hérna, við höldum hérna áfram. Nei, það taka á móti okkur tröppur. Við getum ekki farið þar. Hérna, sjáu þið, hérna þurfum við að fara hér. Því að þið verður ímynda ykkur svolítið. Það er búið að taka þessa plötu, þannig að hérna voru stæði sem ég hefði getið farið í. En það er ekki lengur hægt, því það er búið að rífa. Þannig að höldum áfram. Við erum hérna stödd. Hérna þurfum við að fara hérna fyrir. Hér er löng brekka. Það verður að byggja risastóra bílakella hérna. Það er alveg uppið. Skulum ganga. Hérna er allt saman að byrja að rífa. Þetta er smá brekka hérna. Ég vil að lokum aðeins hérna staldra við með þessa 25 metra reglu sem við margoft rætt líka hér í bæjarstjórn. Við munum uppfylla nýja byggingareglugerð. Við munum fara eftir lögum og reglum sem gilda hverju sinni. En það gildir nýja byggingar. Við erum ekki að fara að breyta 25 metra reglun í Lindahverfinu eða Smárakverfinu eða upp í hverfunum. Þetta gildir auðvitað nýjar byggingar og við erum að fara að uppfylla 25 metra regluna og aðgengið að eldri sem þeir eru verið jafnvel betra heldur en fyrir þeim. Þannig að það er mikilvægt að halda líka þessu til haga að auðvitað mun Kópavogsbær uppfylla nýju byggingareglugerðina eins og aðra reglur sem gilda hér í þessu landi. Takk fyrir. Ég held ég sé kannski komin út fyrir þessi 25 metra. Kemur ljós. Hérna þurfum við að ganga. Labba. En varðandi þessa 25 metra reglu, það býr fólk jú á þessu svæði, það býr fólk í Kópavogi, það býr nefnilega fólk líka í Lindahverfi og í Smárakverfi og í Varsendahverfi. Hér eru tröppur, við getum ekki farið þær, þannig að við þurfum að fara hér. Allavega, þetta er svolítið bratt hérna. Ef ég er á hjólastól hér, rúllaði ekki bara hérna. Nei, ég hlýtur að vera góður á þessu hjólastól. Eða hvað? Hérna? Við þurfum að fara hérna, þetta er gata. Það er skrítið. Hvað þarf að gera við slíkt fólk ef þú ætlar að láta nýju byggingareglugerðina gilda bara með öll hús í Kópavogi? Við verðum aðeins að tala þetta með raunsæjum hætti. Ný byggingareglugerð á við nýjar byggingar og að sjálfsögðu munum við fara eftir þeirri byggingareglugerð. Gætum kannski lagt hérna, nei. Okkur er satt að leggja hérna, þannig að þetta er áfram hérna. Þetta er ágætis að ganga. Það er þarna nú íbúðin mín, hún er hérna á annarri hæð. Og hérna sakar teikningu á ég fara hingað. Býtum við. Já, þá áttur að rífa þetta til þess að ég komist á bílnum. Þá verður að fara hérna, klifra hérna. Ég meina náttúrulega, það verður náttúrulega að laga. Það aðgengi verður náttúrulega að vera í lagi. Og hérna komum við. Já, hérna er bílastæðin. Hér eru bílastæðin og þarna kemst ég út á götu þegar þetta er komið. Já, hér er bíllinn minn. Ég gleymdi lyklunum. Andskotinn, ég þarf að fara tilbaka. Lyklarnir eru heima. Þannig að förum tilbaka.
þetta að fara hér. Þetta verður allt lagað. Þetta verður svo fínt. Jesus, hvernig kemst ég hérna? Þetta verður að passa sig, sko. Þannig að þá erum við komin hingað. Þetta er dálítið brekka. En ef ég kemst þetta, þá gæti ég bara komist í Ólympíulandslið fatlaðra í hjólastálaakstri. En það hefur líka skýrt komið fram á öllum okkar fundum hvað varðar aðrar eignir að við ætlum að tryggja það að aðgengismálin verða ekki síðri en þau eru í dag og í mörgum tilfellum verða þau betri. Þetta er símstöðin. Hvað er ég komin? Þetta er svolítið... Ég er búinn að vera full frískur hérna að labba þetta. Það er komin 6 mínútur. Já. En það er ekki hægt að standa hér og segja að það býr fólk þarna. Þess vegna á nýja byggingarreglugerðin að gilda það fólk. Það býr fólk í Kópavogi og ný byggingarreglugerð á ekki við gömul hús. Það er náttúrulega bara segir sig sjálf. En við förum eftir reglum hverju sinni. Við munum uppfylla þessa 25 metra reglu sem snýr af nýju húsnæði, nýjum fasteignum, nýjum eignum sem eru í uppbyggingu. En við ætlum hins vegar líka að tryggja það að aðgengi fatlara eins og það var fyrir verður ekki síðra og jafnvel betra. Það verður virt. Jesús minn, hérna er búið að rífa dálítið mikið úr Hamborginni. Hérna gamla félagsheimili. En höldum áfram, við höldum fókus. Hér er náttúrulega alveg ekkert mál að rúla sig hérna niður. Það er út á hjólasvall. Hérna, já. Þetta er svona... Það kvíkur enga stund bara. Sérstaklega. En ég náttúrulega gleymdi lyklunum. Ég er að sækja á. Ég bara hreinlega gleymdi þeim. En hérna ég verð því að fara hér og sækja þá. Það var aftur inn í íbúðina og ég þarf að fara þetta fyrir því. Ég hef hugsanlega hjólasvall. En það er auðvitað mikilvægt að halda til haga að við getum bara ekki farið að beygja hér lög og reglur af því að bæjarfulltrúar á Kolbeini finnst að það býr ákveðið fólk í Fannborginni. Það býr fólk alls staðar. Mér finnst þetta auðvitað ekki alveg við hæfi að ræða þetta með þessum hætti. En við munum auðvitað og sjálfsögðu uppfylla byggingareglugerðina og byggingareglugerðir sem er í gildi hverju sinni. Að við séum sennilega búin að fara aðeins yfir þessa 25 metra. Kannski höfum við tekið marga 25 metra í einu. Það er kannski það sem að bæjarstjóri á við. Þá er ég komin hérna á heimilinu mínu, svokölluðu. Og þá er að fara tilbaka, sækja lykilinn og fara síðan alla leið tilbaka. Já, forseti og bæjarfulltrúar. Ég held samt að einhvers staðar þurfum við að draga línuna. Og sú lína er dregin í lögunum og við auðvitað uppfyllum lög og reglur hverju sinni hjá Kópavogsbæ. Hér á þessum stað. Þetta tekur enga stund. Jagtu þína lund.
og regla er. Ekki vera með viss, það er ekki komin des. 20, 20, 25. Þetta er gömul byggð og hún er mikinn hryggð. Við teljum ekki metra hér eins og regla Þetta er ansi útrætt mál, ekki þetta brjál. Við eigum þetta og megum það hér á þessum stað. Þetta tekur enga stund, éttu þína lund. 20, 20, 20,
tekur enga stund. Éttu þína lund.